Sara Brekkan hér, ferðamannafræðingur. Gleðilega hátíð, ég vonaði að hafa haft það sem yndislegast hátíðarnar og það eins og besta eftir, eða áramótin, eða glimmerdagurinn. Þannig að ég gerði hérna smá glimmerferðin handa ykkur og ég notaði þetta hérna, þetta svona glimmer sem heitir Lit úr No Name og ég var að leika mér svolítið með það eins og þið sjáið og ef þið viljið sjá hvernig ég gerði þessa ferðun, fylgist þið þá með. Jæja, ég er búin að nota stiftfaran á allt andlitið á mér. Þið getið skoðað önnur vídeo þar sem hvernig ég set hann á. En ég byrjaði grunna augnlokin, svo ætla ég að nota augnskugga sem heitir Frappe og ég ætla að nota nýja penslaveski mitt frá No Name í þessum turkis fallega lit og ég byrja að nota svona skáskorinn pensil eins og þið sjáið. Það er svo þægilegt að setja hann hérna í glóbuslínuna. Eins og þið sjáið þá er ótrúlega þægilegt að nota hann. Og muna bara að blanda vel. Það skiptir miklu máli að blanda vel svo maður sé ekki með of skörp skil fyrir ofan glóbuslínuna. Og eins og sjá, þetta er bara svona fram og tilbaka hreyfing, svona eins og vaggandi bátur, öfugt. Svo ætla ég að nota næst augnskugga sem við getum líka að nota sem gleraugu. Augnskuggi sem heitir Volcanic Ash. Hann er svona dökkgrár, hann er ekki svartur, hann er alveg svona dökkgrár. Og ég ætla að nota busta úr sama bustasetti á áðan. Þetta er svona blöndunabusti, hann er svona mjúkur, passar akkurat þarna í glóbus og ég ætla bara að blanda þessu svona aðeins inn í. Ég ætla að gera smá skeggingu undir það sem ég er að fara að gera á eftir glimmerið. En ég ætla að setja á mig eyeliner fyrst. Ég ætla að byrja á að setja svartan eyeliner, blautan gel eyeliner. Þetta er svartur eyeliner frá No Name. Og bustin líka, þetta er svona pingu ponsulítill eyeliner busti, pensil sem ég elska. Hann er svo þægilegur í notkun og maður nær svo þunnri línu og getur byggt það upp. En að því það eru áramót, þá ætla ég að gera svolítið mikinn eyeliner. Ég ætla að draga þetta langt út í áttina að augabrúninni og svo dreg ég aðeins á móti niður. Þetta er svona smá þríhyrningur. Passa að sé ekki eitthvað tómt þarna á milli þannig að við fyllum alveg inn í þetta. Ok, þá er eyelinerinn kominn. Svo ætla ég að fara í glimmer. Oh my god, ég elska glimmer. Ok, ég dýfði sko fyrst penslinum ofan í svona glitter base. Þetta er svona, þú bleytir glimmerið og límir það á augnloki með þessu, annars er glimmer alltaf þurrt og dettur af. Þannig að ég er búin að bleyta pensilinn og fer þá síðan ofan í glimmerið og er að setja það á augnlokin. Ok, þetta glimmer set ég bara akkurat meðfram eyelinerinum sem ég er búin að setja á. Ég bara gerði það meðfram, þetta er ekki droslega flókið, bara meðfram. Þið getið stoppað þar, en ég ætla að gera meira. Ég fer síðan í annað glimmer sem er svona meira gull og glimmerið sem ég setti fyrst á hét Oprah og glimmerið sem ég setti síðan það heitir Beats Baby. Þetta er Beats Baby sem ég seti ofan á núna og ég er að setja það ofan á bara allt augnlokið. Ég fer ekki fyrir ofan glóbuslínu, þetta er undir glóbuslínunni. Ég vil bara hafa þetta á augnlokinu. Þess vegna skeggingin sem ég setti á þann, hún kemur svona aðeins fyrir ofan þetta, þannig að það svona feitar þetta út upp, ef þið skiljið mig. Og eins og þið sjáið, þá er ég bara að gera þetta í rauninni meðfram eyelinerum. Ég seti þetta líka, eins og þið sjáið, þarna meðfram glóbus, undir glóbus, út eftir eyelinerum. Og síðan er það þriðja glimmerið og þetta heitir Solar Blast. Það er svona appelsínugult eiginlega, þannig að þú veist, þetta er alveg svona gull appelsínu brons og ég er alveg, oh my god, ég elska þetta sko, þetta er geðveikt. Hvítin í augun, en þið getur líka sett svart, þið ráðið því, það er meira drama. Maskari áður en þú setur augnahárin, þá getur þú alltaf nota augnahárin aftur og skemmir þau ekki. Ég ætla að nota Tanya Burr augnahárin, þessi heita Pretty Lady, mér finnst þau öll ótrúlega falleg en ég ætla að nota þessi núna, að ég ætla líka að taka hálfu augnahárin frá henni og setja þau yfir, þannig ég ætla að ígita meira. Mér finnst áramótin vera svo mikið þannig að vera með glimmer og augnhár. Ég nota alltaf Duolím og það er rosalega gott að láta það á gerviaugnhárin og láta það þorna í svona 20-30 sekúndur áður þú setur það á þín eigin augnhár. Þá er þetta ekki að leka eða klessast, þá bara smellur þeim á þau límast. Jæja, þá eru augnhárin komin og nú ætla ég að bæta smá glimmeri undir augun. Ég ætla að setja það svona undir augnhárin neðri og fara svona undir meðfram eyelinerinum. Þetta er Beats Baby glimmer í gullita. Púðrið er létt yfir þar sem ég vil ekki glansa. Ég mæli með því að þið seti farðan eða meikið á okkur eftir þið eru búin að setja augun.
þótt að ég hef verið búin að gera það fyrst. Herru, þetta er varalitablýantur sem er svo ótrúlega þægilegur og núdbleikur. Hann heitir Demure frá No Name. Ég set hann bara fyrst yfir allar varirnar á mér, svo ætla ég að setja svona núd varablýant meðfram eftir á. Ég setja svona meðfram, svona reyna að stakka varirnar píku, en setja hann svona meðfram af því ég ætla að setja smá glimmer síðan ofan á varirnar, ofan á þetta svona núdbleika. Af því þetta er glimmer look. En eins og við sjáum, þá móta ég svolítið varirnar eftir ég setti varalitin á. Svo ætla ég að nota aftur ópraglimmerið og ég ætla bara að setja svona rétt yfir varirnar því þetta er svona glimmer sem þú mátt setja á varir, augu og neglur. Og ég tek síðan smá af vörunum og highlighta kinnbeinin. Og þeim megið spæta okkur steinum og gulli og allt þetta er svo gaman. Þá er ég tilbúin. Áramótaferðin mín í ár, 2014, er svona glimmer. Við ferðunarfræðingarnir, við skemmtum okkur svo vel að þessum árstíma, við erum allar að glimmer okkur upp, sko, ég veit ekki hvað. En þetta er allan ferðunni sem ég gerði og þið getið náttúrulega notað það sem þið viljið af þessu. Ég byrjaði að gera smátt og smátt glimmer og svo bætti ég við, þannig að þið ráðið hvað þið notið af þessu, þið þurfið ekki að gera allt. En endilega bara gerið þetta og ígeta þið viljið, bara skemmt ykkur konunglega. En ég fór hérna í glimmerkjól og glimmerneglur og glimmertösku. Þannig að ég bara takk kærlega fyrir því sem horfðu á mig árið 2014 og ég vona að þið haldi áfram að fylgjast með mér árið 2015 af því ég ætla að halda áfram að gera vídeó á Tara Brekkan Makeup Artist á Facebook og Tara Brekkan á YouTube. Endilega subscribe í vídeóið minn, þá getið þið séð hvað ég er að gera næst.